Margir bæir á Íslandi breytast í jólabæi eða jólaþorp á þessum ástíma. Samanber þessi hús hér í Ólafsfirði. En í Ólafsfirði eru 2 hús sem eru yfirfull af jólasveinum. Ég kíkti í heimsókn til þeirra, fyrst til Egils Sigvaldasonar sem býr einn með nokkur 100 jólasveinum og svo til hjónanna Birnu og Hilmars sem búa upp á Brekku og þau eiga ekki færri jólasveina. Hvenær heldur þú hafi byrjað að safna jólasveinum? Ég byrjaði að safna þeim þegar ég vann í Valberg. Já. Og síðan bara er það Hvað heldur það sé langt síðan? 20 ár. 20 ár. Já. Og ég freistast alltaf, ef ég fer inn á Akureyri þá kaup ég alltaf einhver. Já. Ég hætti þessu aldrei. Nei. Ég geri það ekki. En hvað heldur það sé margir jólasveinar Ég hef hérna? ekki hugmyndum. Valdi, Það er búið að reyna að telja það, en það mistókst, það getur enginn það. Það gerði það hérna, þegar ég var með sem mest, þá var það sett í síma og þegar fólk var búið að telja hérna og ætlaði að fara á ískápinn, þá var það búið að vera, þá gat það ekki meir, það var alveg orðið ruglagt. Þannig að það var aldrei neitt að því. En hvað heldur hvers vegna ertu að þessu? Ég veit það ekki, ég get ekki sagt það. Það er ekki það að þú sett eitthvað óunum mikið jólabarn. Nei, ég var það ekki. Nei. Og er það svo sem ekkert í sjálfum sér, þetta er bara eins og að safna frímerkjum eða kveikjurum eða spilum eða hvað sem það heitir. Já. Hvenær byrjar að setja þá upp? Það er nú misjafnt, ég byrja nú fyrir núna, ég er miklu lengur að þess en ég var. Já. Ég var enga stund aðeins en einu sinni. En ég er að verða búin að þessu. Ég átti að setja jólatré og búið, svona sjæna til og búið. Þá var ég búið með þetta. En þetta er út um allt hús, í skápnum, í stofunni og hvar sem er. Já, og svo út í Pálshúsi náttúrulega. Já, svo ertu með sýningunni þar, já. Já, ég kem því ekkert fyrir hér. Nei. Ég kem því enga megin fyrir. Nei. Og ertu enn að kaupa jólasveina? Að sjálfsögðu. Jólahúsið það er dýrt þar en það er ofsalega margt fallegt þar. Já. Og náttúrulega víða. Jæja, Birna, ég sé að húsið ykkar er undirlagt á jólasveinum. Hvað heldur að þið séu margir hér? Þeir eru svona, cirka 700-800. Já. Svona cirka. Já. Við höfum ekki talið alveg allt held ég, en já, cirka 7-8. Af öllum starðum og gerðum þannig séð? Já, öllum starðum og gerðum. Já. Mjúkir og harður. Já. Svona cirka 2015. Já. Nei, jú, 2010, já. Já. Og hvar fáið alla þessa jólasveina? Heyrðu, við fáum það náttúrulega inn á Akureyri og Reykjavík. Svo förum við, ég á dóttur í Noregi og við heimsækjum hana alltaf svona í nóvember. Og þá kem ég með fulla töskur. 1, 2. 1, 2 töskur af jólasveinum? Af jólasvein. Já. Er pláss fyrir fleiri? Já, endalaust pláss. Já. Ég finn alltaf ráð. En hvar geymið þetta nú hina mánuð ársins? Heyrðu, við erum með háaloft hérna uppi og við geymum það þar. Já. Og svo var opið hús hjá okkur á föstudaginn? Föstudagskvöldi, það var opið hús frá 8 til 10. Það var voða gaman. Já. Það komu 30-40 manns. Já. Hvernig er að opna húsið fyrir almenningi? Það er pínu stress, en þetta var rosalega gaman. Já. Ég sé ekki eftir þessu. Bara svona ein spurning, hvað gefur það manni eiga að safna jólasveinum? Bara lífgar upp á heimilið og hlýlegt og notalegt, finnst mér. Og okkur finnst það. Jólaljós og jólasveinar, það bara gerist ekki betra. Hvernig tekur hundurinn þessu? Er hann bara rólegur yfir þessu? Hann er alveg rólegur fyrir þessu, sko. Hann lætur þetta allt í friði.